Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 16. nóvember næst síðasti sunnudagur kirkjuársins. Þema dagsins dómur yfir heiminum, endurkoman. Í lexíunni skrifar spámaðurinn Sefanía, fagnið og gleðjist, Drottinn hefur ógilt refsidóminn yfir þér. Og í pistlinu stendur, hafið ekkert illt í hjarta og látið engar efasemdir bæja ykkur frá lifanda Guði. Uppörfið heldur hvert annað, hver dag á meðan enn heitir í dag. Og í Guðspjallinu segir Jesús dæmisöguna meyjarnar með lampana. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Já, kirkjuárið nær á enda og þemað, dómur yfir heiminum, endurkoman, ekki beint upplífgandi efni. En kirkjuárið byrjar á aðventunni þegar við bíðum fæðingarhátíðar frelsarans og það endar á spádómum endurkomu hans, því hann sagði að hann kæmi aftur. Leið og Jesús kemur mun falla dómur yfir heiminn, þá verður náðar árinu lokið. Þess vegna leggja textar þessa dags áherslu á mikilvægi þess að vera undirbúin undir að standa frammi fyrir Guði. Eins og segir í 2. Korintubréfi þá munu allir standa frammi fyrir dómstóli Krists. Pistillinn segir látið engar efasemdir bæja ykkur frá lifanda Guði. Uppörfið heldur hvert annað á meðan enn heitir í dag. Og treystum honum, þar að segja Jesú, staðfastlega allt til enda eins og í upphafi. Dagarnir sem við lifum dagarnir sem við höfum til að velja hverjum við fylgjum. Já, það margir textar sem verða svolítið út undan því að þeir bera ekki nógu jákvæðan boðskap. En Biblían talar dómstól og dag dómsins. Flestar dæmisagna Jesú voru himnaríki og við hverju við megum búast. Sagan meyjarnar 10 ein af þessum dæmisögum. Þær voru allar ungar og meðan við erum ung, finnst okkur við hafa allan tíman í heiminum. En í raun líf okkar í þessum heimi afar stutt á mælikvarða eilífðarinnar. Við sem lifum núna verðum öll farin eftir það bil 100 ár. En heyrum heilagt Guðspjall sem úr Matteusi 25. kafla. En sagði Jesús, þá líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðkumann með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar en 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér. En hinar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og urðu þær allar syfjaðar og sofnuðu. Miðnætti kvað við hróp, brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við hinar hygnu, gefið okkur af olíu ykkar, það að slokkna á lömpunum okkar. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmanna og kaupið handa ykkur. Meðan þær voru að kaupa kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Seinna komu hinar meyjarnar og sögðu, Herra, Herra, ljúk upp fyrir okkur. En hann svaraði, sannlega segi ykkur, ég þekki ykkur ekki.
Vakið því þér vitið ekki daginn, né stundina. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Í þessari sögu er Jesús að benda okkur á að við þurfum að vera tilbúin. Takið eftir að í sögunni kom brúðguminn miðnætti, í lok sólarhrings eða í merkingunni í lok tímana. Meyjarnar 10 voru hver með sinn lampa, hver og ein þurfti að halda sínu ljósi lifandi og til að halda ljósinu lifandi þurfti hver og ein að útvega sér næga olíu. Þetta er einstaklingsábyrgð. Jesús notar brúðkaups þema í fleiri dæmisögum en meyjarnar 10. Meyjarnar biðu brúðgumans. Þær vissu ekki hvað þær þyrftu að bíða lengi, svo þær voru misvel undirbúnar. Þegar kallið kom og brúðguminn birtist, voru sumar orðnar olíulausar. Ljósið sem táknar trúareldin hafði slokknað. Þær höfðu sofnað á verðinum og mistu af tækifærinu. Jesús sagði þær voru skildar eftir. Við teljum okkur oft hafa nægan tíma og lifum svolítið eftir hugtakinu þetta reddast. Þessi saga er eina mörgum sem Jesús sagði himnaríki en allar sögurnar bera sama boðskap. Þær segja okkur á einfaldan hátt að þangað förum við ekki sjálfkrafa. En hvers vegna að hafa svona margar sögur? Sumar brúðkaup, aðrar flokkun á því sem er hirt og hinu sem er hent. Jú, hinar ýmsu stéttir manna, bændur, fiskimenn, ríkir og fátækir, skildu myndmálið. Og Jesús er kærleikur. Hann vill ekki að neinn missi af boðinu. Þess vegna vildi hann láta alla vita og allir verða að skilja að hver og einn þarf að taka ábyrgð á sjálfum sér. Hver og einn þarf að taka ákvörðun fyrir sig, hver og einn þarf að velja að fylgja honum og hver og einn þarf að sjá að halda trúareldinum lifandi í hjarta sínu. Olían sem heldur trúarloganu lifandi er Guðs orð og til þess að við sofnum ekki á verðinum eins og 5 af meyjunum gerðu, þá þurfum við að dvelja í boðskapnum, dvelja í orðinu hvern dag svo við séum tilbúin. Jesús hafði sögurnar himnaríki myndrænar, svo áheyrendur hans myndu átta sig á alvarleikanum. Meyjarnar þurftu að halda trúarloganu lifandi og aðrar dæmisögur segja að hafrarnir verði skildir frá sauðunum, illgresi verði skilið frá hveitinu, óætufiskarnir frá hinum ætu og á akrinum verður einn tekinn en annar skilinn eftir. Eins eigingjarnt og það hljómar, þá verður hver að hugsa sig, bjarga sér. Við getum ekki trúað fyrir aðra. Við getum aðeins borið fagnaðarerindið áfram svo að þeir geti tekið ákvörðun fyrir sig. Við eigum að bera kærleika hvort til annars, því að þannig sést að við séum lærisveinar Jesú og við þurfum að vera óhrædd að viðurkenna trúna og kannast við Jesú fyrir mönnum, svo að hann kannist við okkur fyrir Guði á himnum. Við getum sótt styrk og fengið hugarró í gegnum bænina og við getum beðið fyrir þeim sem að við viljum að fari með okkur í ríki Guðs. Hinar ýmsu sögur Biblíunnar gef okkur innsýn í líf fólks, hvernig það brást við í veikindum og hvers kyns erfiðleikum og hvað trúin gaf þeim. Trúin getur veitt okkur það sama, því Guð var og er hinn sami eilífð. Vegna fyrirheitis Guðs viljum við hafa næga olíu á lampanum okkar. Við viljum vera hveitið sem verður bundið inn, en ekki illgresið sem verður skilið frá og brennt.
Við viljum vera sauðir hirðisins en ekki hafrar hins illa. Við viljum ekki vera sá sem skilinn eftir á akrinum. Lykillinn að öllum dæmisögum Jesú vakið því að þið vitið ekki daginn eða stundina. Hann mun koma öllum að óvörum. Þess vegna eigum við að uppörva hvort annað á meðan við höfum enn daginn í dag. Það á meðan náðar árið . Já, þemað í dag dómur yfir heiminum, endurkoman. Og Jesús sagði að mannssonurinn komi eins og elding sem leiftrar frá austri til vesturs. Tákn hans mun birtast á himni og menn munu sjá hann koma í skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Leið og þetta gerist fellur dómur yfir heiminn. Þá verður náðarár drottins liðið. Lexía segir að við eigum að kætast og gleðjast af öllu hjarta, því drottinn kemur. Enginn getur verið fullviss morgundaginn, en við getum alltaf treyst fyrirheitum Guðs. Náð hans felur í sér loforð, eins og spámaðurinn sagði, drottinn með þér, óttast þú eigi, láttu ekki hugfallast, hann hefur ógilt refsidóminn yfir þér. Og Páll skrifaði, af náð ertu hólpin fyrir trú. Jesús kom ekki til að dæma heiminn heldur til þess að frelsa hann. Frelsa heiminn undan verkaréttlætingu lögmálsins og færa réttlætingu hvers manns inn í hjarta hans. Enginn á þessa náð skilið, skrifaði Páll. Hún Guðs gjöf, ekki byggð á verkum, enginn skal miklast af því. Með þessari gjöf urðu allir jafnir. Hver einasta sál getur þegið gjöfina, bæði ríkir og fátækir. Náðar árið enn við líði, en þegar því lýkur fellur þessi dómur yfir mannkynið. En þeir sem trúa hafa ekkert að óttast. Það verður ekki Guð eða Jesús sem dæmir okkur. Því Jesús sagði, sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Það okkar eigið val sem dæmir okkur. Trúin veitir okkur frelsi. Jesús keypti okkur undan dóminum. Við erum endurleyst frá synd Adams þegar hann óhlýðnaðist Guði. Við þurfum ekki að lifa í ótta að brjóta lögmálið, því að fyrir trú erum við réttlát fyrir Guði. Fyrir trú olían næg, olían sem heldur loganum á lampanum okkar lifandi. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.